byrjum tíman í dag liggjandi í líkstöðunni. Við ætlum að taka Shivananda tíma, tökum 12 stöður í fyrirfram ákveðinni röð, leggjumst niður á milli í líkstöðuna og metum þannig áhrifin af hverju einni stöðu. Við byrjum á að koma okkur vel fyrir, lenda í líkamanum, lenda á dýnunni, finna fyrir hælunum, kálfunum, hnjánum, mjaðmagrindinni, mjóbakinu. Fletjum úr öxlunum, finnum fyrir handleggjónum, klappum hnefan og spennum út fingur, finnum þægilega sveigju á hálsinum, færum andardráttinn í að vinna með jafna öndun inn og út nefið. Finnum fyrir öllum líkamanum. Við skulum svo færa fætur saman, draga djúpt andan og leið, sveifla handleggjónum langt upp fyrir höfuð, gera okkur ekstra löng. Anda djúpt og á fráöndunni, setjast upp, setjast aðeins með krosslaða fætur, baki beint, lengja hnakkann. Og við skulum velta höfðinu yfir til hægri, fram og yfir til vinstri. Og aftur yfir til hægri, fram og til vinstri. Og svo höfuðið upp í miðjunni. Lokum eitt andartak augunum. Á innöndun lengjum við hryggsúluna, sitjum eins löng og bein í baki og við getum. Opnum augu, losum hendur og komum okkur upp í standandi stöðu, fremst á dýnunni til að taka nokkrar sólarhyllingar. Þessari útgáfu af jóga tilheyra klassískar sólarhyllingar. Það þýðir að við stígum til skiptis aftur með vinstri og hægri fót. Byrjum hægra megin, stöndum fremst á dýnunni, þægilegri stöðu. Við öndum svo að, teygjum handleggina upp, horfum upp, bætum jafnvel smá bakfettu á, við öndum frá, leggjum lófana niður í gólf, við öndum að hálflyfta, frá, stígum aftur með hægri fót, hnéð fer í gólf, og við horfum hér upp. Svo stígum við aftur með vinstri líka, erum komin í planka, komum þá niður á hnén,
og drögum okkur svo hér í gegn á milli handana og upp í kóbrastöðu. Öndum djúpt að hér. Öndum frá, leið og við setjum tærnar undir okkur, ýtum okkur upp í hálfvegis hund og stígum svo fram með hægri fót á milli handana, horfum upp og svo fylgir vinstri með fram. Við öndum að í hálfri lyftu, frá í frambeygju, setjum lófana vel niður, öndum svo af, standa upp, smá bakfettu, frá, losa hendur og svo hinum megin. Öndum af, upp með hendur, frá, frambeygjan, af, hálfa lyftan, frá, stíga aftur með vinstri fót, horfa upp hér innöndun, fráöndun þegar við stígum aftur með hægri líka, höldum hér andanum, setjum niður hné, brjóstkassan, drögum okkur í gegn, innöndun, kóbra. Fráöndun, tær undir í hund og við stígum fram með vinstri fót, öndum að hér. Frá, stíga líka fram með hægri, að, hálfa lyftan, frá, frambeygjan, að, standa, upp, frá, upphafsstöðu, losa. Þetta var 1. Við ætlum að gera 3 umferðir í dag af sólarhryllingunni. Við öndum að, teygjum okkur upp, frá, föllum vel, fram, flýtum okkur hægt í dag, að, hálfa lyftan, frá, við stígum aftur með hægri fót, hnéð fer í gólf, horfum upp, anda að, anda frá, vinstri fer með, við erum komin í plankastöðu, halda, anda, niður á hnén, draga okkur í gegn og anda að hér í kóbra. Djúp, kröftug innöndun hér, fráöndun þegar tær koma undir og við ýtum okkur upp í hundinn. Svo stígum við fram með hægri fót. Öndum að hér, djúp innöndun, fráöndun þegar vinstri stígur með, fram, svo hálfa lyftan, innöndun, frambeygjan, fráöndun, innöndun, standa upp, smá bakfettu, fráöndun, hendur niður í bænastöðuna, losa, hinum megin, anda að, upp, frá, frambeygja, að, hálf, frá, stíga aftur með vinstri fót, langt aftur, síga vel niður og hægri fylgir svo með. Við erum í planka, komum niður á hnén, drögum okkur hér í gegn, innöndun, kóbra, fráöndun í hund og svo stígum við fram með vinstri fót, anda að hér. Fráöndun hægri fylgir með, innöndun hálfa lyftan, fráöndun, pressa okkur saman í frambeygjuna, anda að, standa upp, betta bak, upphafsstöðu, losa hendur. Allavega einu sinni, en öndum að, öndum frá. Hálfa, stígum aftur með hægri fót, horfum upp hér, aftur með vinstri, við erum í plankanum, komum niður á hnén, drögum okkur hérna í gegn, innöndun, fráöndun í hundinn, stíga fram með hægri fót, anda djúpt að hér, fráöndun vinstri kemur með, innöndun hálfur, fráöndun frambeygjan,
Innöndun, koma upp, fráöndun, upphafstöðu, losa, hinum megin, anda að, anda frá, frambeygjan, hálfa lyftan, vinstri stígur vel aftur, horfum upp, hægri fyrir með, plankastaðan, niður á hnén, drögum okkur svo hér í gegn, kóbrastaða, í hundinn, stígum fram með vinstri fót, horfum upp, hægri fylgir með, hálflyfta, djúpa frambeygjan, standa upp, upphafsstaða, losa, ljómandi. Þá leggjumst við niður í líkið, metum áhrifin af sólarhellingunum, finnum vonandi að líkaminn hefur liðkast, kannski hitnað aðeins, öndum rólega, inn út nefið, finnum hvað hefur breyst í líkamanum frá því við lágum síðast í líkinu. Fletjum vel úr herðablöðunum, slegum á mjaðmagrindinni og mjóbakinu. Skulum svo undirbúa okkur fyrir næstu stöðu. Tekum fótalyftur hérna inn á milli, en byrjum samt fyrst á því að draga hægri fótinn að okkur eða hnéð, draga hnéð vel inn að bringu, pressa það vel að. Þetta mun heita einföld vindlosun, pressum hnéð vel að og svo réttum við úr fætinum og grípum í hann það sem við náum. Það getur verið hérna lærið, hnéð eða jafnvel bara í stóru tánna. Við drögum fótinn að, finnum fyrir smá togi aftan á lærunum og svo öndum við að og við lyftum höfðinu upp á móti fætinum, höldum í fótinn og fráöndun, skila höfði niður, skila fæti niður. Skiptum. Vinstri, drögum hnéð vel inn að brjóstkassanum, pressum hnéð að okkur, drögum það eins nálægt og við getum, sléttum vel úr hægri og svo réttum við úr vinstri, tökum í fótinn þar sem er þægilegt. Öndum svo að og lyftum höfðinu upp á móti, halda, skila og skila fætinum niður. Svo ætlum við að gera núna 10 fótalyftur. Þið getið valið að stinga þumlunum undir mjaðmir til að styðja við bakið ef það hentar ykkur. Þið getur líka valið að setja hendur upp fyrir höfuð, tekið utan olnbogana og þá reynir aðeins meira á kviðvöðvana. Við veljum það sem hentar okkur í dag. Við setjum fætur saman, við réttum úr ristunum, reynum að halda hnjánum saman allan tíman og fótleggjónum. Við öndum að, við lyftum upp fótunum, við öndum rólega frá, lætum fótur síga hægt og rólega niður í átt á gólfi, stoppum svona 10 cm, 5 til 10 fyrir ofan dýnuna og öndum svo aftur að og drögum fæturnar upp. Látum fætur síga niður og nú eru 2. Fætur upp, fætur niður, 3. Fætur upp, fætur niður, 4. Fætur upp og niður, 5. Upp og niður, 6. Drögum fætur upp, látum
Látum fætur síga rólega niður. 7. Drögum fætur aftur beint upp í loft. Munið alveg réttar ristar alveg saman með fætur. Síga niður. 8. Og drögum aftur upp. Og rólega niður. Okkur liggur lítið á. 9. Einu sinni enn. Upp með fætur. Og niður með fætur ofurhægt. Stoppum aðeins fyrir ofan dýnuna og sleppum. Losum hendur ef þær voru fyrir ofan höfuð. Niður með hliðum í líkið. Stillum á andardráttinn aftur. Lokum aðeins augunum. Næsta staða í röðinni höfuðstaðan eða höfrungurinn. Þannig að við setjum fætur saman, öndum djúpt að, teygjum hendur upp fyrir höfuð og fráöndun, setjumst upp og komum upp á 4 fætur. Og þið sem eruð afar örugg í höfuðstöðunni skuli bara vippa ykkur beint upp í hana. En þeir sem ætla ekki í höfuðstöðuna vinna með að styrkja axlir. Þannig að við komum hér niður á olnbogana og svo mælum við sirka þannig að það sé rétt bilið hér á milli. Við eigum að geta snert olnbogana og spennum svo greiparnar létt. Síðan lyftum við okkur upp á tær og við ætlum að halda höfrungnum fyrir 30 rólega andardrætti, alveg eins og þeir sem í höfuðstöðunni halda líka. Við teljum 30, 25, 20, öndum rólega, yfirvegað, þrýstum fram handleggjum og olnbogum niður, 15, göngum nær ef það í boði, 10, 5, 4, 3, 2 og 1. Komum niður á hnén og komum í barnið. Allir taka sína útgáfu af barninu, hvort sem við höfum hnén sundur eða saman, teygjum hendurnar fram eða setjum hendur niður með hliðunum. Ykkar útgáfa af barninu. Höldum barninu í jafnlangan tíma og við vorum í höfuðstöðunni eða höfrungnum. Ýtum okkur svo upp úr barninu, komum svo aftur í líkið, eitt andartak fyrir örfáa andardrætti. Höfuðstaðan alveg frábær staða ef að hálsinn á okkur þolir hana. Gott að snúa við blóðrásinni, styrkja axlirnar, styrkir raun og veru hálsinn líka. En við ættum að forðast höfuðstöðuna ef við finnum fyrir eymslum í hálsinum, þeir sem eru með brjósklos í hálsi eða vandamál í öxlum. Þetta kannski að byggja frekar upp styrk í höfrungastöðunni,
Því að úr henni getum við svo farið í handstöðu þar sem að höfuðið snertir ekki gólfið og tekur þar að leiðandi allan þungan af höfðinu, en það tekur aðeins lengri tíma að byggja upp styrkin í þá stöðu. Næsta staða í röðinni er axlarstaðan og í axlarstöðunni förum við svo niður í plóginn þar sem fætur fara aftur fyrir höfuð, aftur upp í axlarstöðuna og upp í brú sem að við köllum líka oft hálfbrú. Þú getið kíkt á skjáinn, þá erum við að lyfta svona upp mjaðmagrindinni og við höldum undir mjaðmir af því við skiptum grip í axlarstöðunni og lendum beint úr henni með fætur svona niður í gólf án þess að fara niður á milli. Ef að það hentar ykkur ekki, þá rúllið ykkur bara niður úr axlarstöðunni. Við ætlum að gera þetta saman og við ætlum að halda axlarstöðunni í smá stund í dag. Það er gott að passa að það sé nóg pláss fyrir aftan okkur. Kannski setjast aðeins framar á dýnuna ef að það er málið. Og svo bara veltum við okkur upp í axlarstöðuna, höldum við bakið, reynum að hafa olnbogana frekar nær hvor öðrum en hitt, styðjum við bakið, slökum á fótleggjunum, öndum rólega í stöðunni. Höldum henni bara. Leifum alveg fótunum að hvíla sig, léttum á þeim. Getum krumpað til tær, rúllað ökklunum, léttir á sogaðarkerfinu, bjúgur getur runnið tilbaka. Svo skulum við hægt og rólega, ef við treystum okkur til, láta fætur síga aftur fyrir höfuð í plóginn, láta helst tær fara niður í gólf. Ég ætla ekki að gera það í dag því að þá get ég ekki talað áfram við ykkur. Setjum fæturna niður og ef að tærnar fara niður í gólf fyrir aftan höfuð, þá megið sleppa takinu á bakinu og spenna greipar niður í dýnuna. Annars höldum við bara við. Getum beygt hnén niður, sitt hvoru megin við eyrun. Komum svo upp í axlarstöðuna aftur. Skiptum grip. Þannig að nú snúa þumlarnir inn í áttina að hryggsúlunni og við látum fætur falla niður í gólf og erum hér í brúnni eða hálfbrúnni. Höldum undir mjaðmirnar. Öndum rólega hér, léttum á hálsinum, notum kraftinn í rass og larvöðvum og fyrir þá sem að geta ýtt sér upp í hjólið eða fulla brú, þá losið þið núna hendur, setið þær sitt hvoru megin við eyrun, þrýstið í gegnum lófana og lyftið ykkur upp í fulla brú eða hjólið. Og við öndum rólega fyrir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Komum rólega niður í líkið, losum hendur, losum fætur. Finnum áhrifin, mögnuð staða, mikil teygja á hálsinum.
brjóstbakinu, bakinu öllu í raun og veru. Öndum rólega, lokum aðeins augunum. Þessi staða á að vera mjög góð fyrir skjaldkirtilinn og efnaskiptin. En er líka ótrúlega góð til að teygja aðeins á efri hluta baksins. Næsta staða á eftir þessari seríu af axlarstöðunni, plóknum og brúnni er fiskurinn. Og til að komast í fiskinn þá byrjum við á því að færa fætur alveg saman, draga djúpt andann, teygja hendur upp fyrir höfuð, gerum okkur ekstra löng. Á fráöndun setjumst við upp og til að komast í fiskinn þá setjum við hendur hér undir okkur eins og við séum að fara að setjast á fingurnar, reynum að hafa olnbogana mjög nálægt hvor öðrum og komum svo niður á olnbogana. Það sem við gerum svo er að draga okkur aftur á bak til að kollurinn fer í gólf. Þannig að nú erum við að teygja akkurat í andstöðu við það sem við gerðum í axlarstöðunni þegar við vorum að teygja aftan á hálsinum og niður í bakið. Núna erum við að teygja framan á brjóstkassanum, á bringunni. Þunginn er mestur í olnbogunum, aðeins í kollinum og efri hluti baksins er á lofti, axlirnar eru á lofti, það er kollurinn sem er tylltur í gólfið, framhandleggirnir og lóarnir liggja í gólfinu og olnbogarnir. Og ef við viljum þá getum við lyft fótunum upp í þessari stöðu, lyft þeim aðeins upp frá gólfi og ef að okkur líður vel í stöðunni og getum haldið þessari sveigju á efri hluta baksins án þess að missa höfuðið frá, getum við losað hendurnar undan, tekið þær hér upp, lagt lófana saman fyrir framan okkur eins og við séum að stinga okkur til sunds. Þá er núna bara kollurinn og rassinn í gólfi. Bakið allt á lofti, 2 snertipunktar og svo slökum við niður með því að lyfta höfði, horfa á tær og leggjast aftur í líkið. Ef þið finnið fyrir ógleði í fisknum, þá skuluð þið einfaldlega bara fara úr stöðunni og liggja í líkinu á meðan. Þá getur verið að það séu einhverjar æðar og taugar sem að fara upp í höfuðið sem að fá ekki alveg nægilegt rými og getur stundum komið smá ónot. Annars er þetta frábær mótstaða við axlarstöðuna til að opna kassan. Við erum oft falla meira saman svona í hver steginum þar sem við vinnum ekki fram fyrir okkur. Fiskurinn er akkurat staðan sem að opnar framhliðina, brjóstkassan, framan á hálsinum. Og það er hægt að gera þessa stöðu bara eina á sér þegar okkur finnst við vera orðin of hokin. Næsta staða er sitjandi frambeygjan og til að komast í hana þá færum við fætur saman, teygjum hendur upp fyrir höfuð og innöndun, gerum okkur löng og fráöndun setjumst upp. Og við sitjum flötum beinum, fætur saman, setjum núna fætur eins og séu upp við vegg, kreppum sem sagt ristarnar, finnum fyrir setbeinunum, hreyfum til fleskið ef við þurfum. Og til að ná þessari
frambeygju þá gætum við þurft að sitja upp á einhverju ef þau eru mjög mikið hérna aftur og bak og með stutta aftan á lærisvöðva. Þá bara rúllum við hérna upp dýnuna fyrir aftan okkur og setjumst upp á hana. En við tökum 3 frambeygjur og milli frambeygjana þá tökum við snúinn planka þar sem við setjum hendurnar hér fyrir aftan og lyftum okkur upp. Þannig að við byrjum á fyrstu frambeygjunni þar sem við teygjum hendurnar upp, föllum svo fram og við grípum utanum jakkann, svæði frá litlu tá og niður í hæl og við reynum að toga okkur niður, leggjast yfir fótleggina. Reynum að leggja efri hluta líkamans ofan á lærin, kannski koma höfðinu líka niður. Sjáum hvað við förum langt í þessari umferð. Reynum að beygja vel olnbogana, leggja þá hérna niður á fótlegginn eða sitt hvorum megin við. Slökum á og þegar við öndum að togum við svolítið í fætur. Og þegar við öndum frá þá skulum við slaka vel á höfðinu, gefa eftir í hálsinum. Við skulum anda aftur að og toga aðeins í fætur og frá öndunni gefa vel eftir og einu sinni enn toga í fætur og frá öndun slaka vel á ofan á fótleggina. Næst þegar við öndum að þá réttum við okkur alveg upp úr stöðunni, setjum hendur hér fyrir aftan okkur, fingurnir vísa í áttina að líkamanum. Við setjum hælana í, við réttum úr hristunum og við lyftum okkur upp fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Látum rassinn aftur síga niður. Hreyfum okkur til eins og við þurfum og við öndum að og teygjum upp hendur, lyftum okkur hálfgert upp úr mjaðmagrindinni, föllum núna fram og setjum hendur eða lófa beint yfir fætur þannig að tærnar og úlnliðirnir fara saman. Beygjum olnbogana, öndum að og togum svolítið í fætur, frá og leggjumst vel yfir, öndum að og togum í, frá, slaka á ofan á fætur. Aftur toga í, anda að, frá, slaka á, yfir fæturnar. Aftur, togum aðeins í og frá, leggjast betur yfir fætur. Einu sinni enn, djúp, róleg innöndun, gott tog, finnum alveg að hreyfum við öxlunum og herðablöðunum og fráöndun leggjast almennilega yfir fætur. Anda að, setjast upp, aftur taka snúna plankan, setjum hendur fyrir aftan okkur, sterkir lófarnir, keyrum herðablöðin svolítið saman, hælarnir saman, réttum úr ristunum, öndum að og lyftum okkur upp. Og við höldum fyrir 5, 4, 3, þrýsta vel í, 2, 1 og slaka okkur niður. Síðasta frambeygjan. Núna ætlum við að teygja okkur upp og taka svona saman með hendur og út fyrir fætur. Gera svona körfu með höndunum og snara fætur. Ef það er ekki í boði þá endurtakið þið fyrstu útgáfuna sem við höldum hér í jakkann. En annars höldum við bara með fingurna krækta saman utan fætur, beygjum vel olnbogana, öndum að og togum í og frá og slökum betur niður. Aftur, anda að, toga vel í fætur, frá, leggjast vel yfir fætur. Gerum tvisvar enn, þetta síðasta djúpa frambeygjan, anda að, anda frá, slaka á yfir fætur, einu sinni enn.
Anda að, toga vel í. Frá, slaka á, yfir fætur. Nú er höfuð komið niður hjá ansi mörgum. Og næstu innöndun. Réttum við okkur upp aftur. Tökum síðasta. Snúna plankan, setjum lófana í. Sterkir handleggir. Herðablöðin saman, hælarnir saman, rétt á ristunum. Við öndum að og lyftum okkur upp og höldum okkur uppi fyrir 5, 4, 3, 2, 1 og síga niður. Ljómandi gott. Leggjumst svo einu sinni enn aftur í líkið á bakinu áður en við snúum okkur að bakfættum. Við leggjumst alveg flöt, finnum hvernig okkur líður í líkamanum. Svo skulum við færa fætur saman, anda djúpt að og teygja hendur upp fyrir höfuð og frá og rúlla okkur yfir á magann. Ég ætla að snúa í hina áttina held ég bara. Svona. Skulum leggjast á magann og taka bakfæturnar sem að fylgja næst. Þið sjáið lógíkina að frambeygjan á móti henni koma svo bakfæturnar sem að sveigja bakið eða hryggsúluna akkurat í aðra átt. Fyrsta bakfættan er kóbrastaðan og við byrjum á að leggjast bara alveg á magann, setjum lófana inn undir axlir, keyrum olnbogana svolítið vel inn í hliðarnar, inn í áttina að mittinu. Ennið í gólfi. Svo öndum við að og við ætlum að lyfta lófanum svona sentimeter frá gólfi, akkurat þar sem þeir eru. Og við lyftum efri hluta líkamans upp, lyftum höfðinu, lyftum kassanum upp, stóru tærnar snertast, höldum. Og slaka niður. Lófarnir eru ennþá undir öxlunum, sterkir. Höfum olnbogana þétt upp við okkur. Hælarnir falla sundur. Og svo öndum við að. Við þrýstum í gegnum lófana, lyftum okkur upp í kóbra, lyftum höfðinu, lyftum hökunni langt, langt frá bringunni. Horfum upp, höldum stöðunni, þrýstum vel í gegnum lófa. Horfa upp, opna hálsinn að framan, keyra herðablöðin svolítið saman og niður eftir bakinu. Sterkir fingur, sterkir lófar, beinir handleggir. Og svo beygjum við olnbogana rólega og komum hægt og rólega aftur niður í líkið á grúfu. Við getum gert svona smá kodda með framhandleggjunum eða lagt hendurnar niður með hliðum og ennið í gólf. Lófa snúa þá upp og við slökum á í líkinu svona á grúfu í smá stund. Við finnum fyrir kóbrastöðun í bakinu oft, í mjóbakinu, eins og eitthvað hafi svona aðeins verið kreist saman. Getum fundið fyrir stöðun á milli herðablaðana líka, ef við höfum náð að lyfta höfðinu vel upp.
Næsta staða engisprettu staðan. Við getum prófað 2 útgáfur á henni í dag. Annars vegar það sem við erum með hendur niður með hliðum. Setjum neglurnar alveg vel í dýnuna og svo lyftum við fótleggjónum upp en ennið bara rétt á lofti fyrir ofan gólf. Lyftum fótleggjónum upp, stóru tærnar snertast og höldum þeim uppi. Eða getum prófað skemmtilega útgáfu líka af engisprettunni. Þá leggjumst við á hliðina, spennum greipar, höfum þumlana alveg flata, pössum að krossa ekki yfir, það getur verið óþægilegt. Og setjum hendurnar svona einhvers staðar við miðlærin. Svo veltum við okkur snöggt yfir á fætur og lyftum upp fótunum og höldum hér. Veljið þá stöðu sem þið viljið prófa. Við skulum fara núna inn í stöðuna. Við erum búin að ákveða hvora útgáfuna þið viljið gera. Munum við þurfum að vera aðeins kúpt ef við ætlum að taka engisprettuna með hendurnar saman. Setjum hendurnar svona aðeins fyrir neðan náran, sirka á miðjum lærunum. Veltum okkur þá yfir og lyftum fótum. Hinn útgáfan aftur einfalt, fingurnir límdir við gólf, lyftum enninu aðeins upp, lengjum hnakkann og upp með fætur. Halda, halda. Muna að í bakfættum þá hættum við rosalega oft að anda djúpt og rólega. Við ætlum að minna okkur á það að anda djúpt, anda rólega. Halda okkur uppi með fætur. Og slaka niður. Og annaðhvort leggjast aftur í líkið á grúfu með hendur niður með hliðum. Eða gera aftur kodda með framhandleggjónum og leggjast á hinn vangann. Og hvíla, anda rólega. Þriðja bakfættan sem við gerum boginn. Þá beygjum við fætur hné, grípum utan ökklana. Höldum vel í fætur, utanvert. Og innöndun þá lyftum við höfði, lyftum fótum, lyftum lærunum. Við höldum stöðunni, við öndum rólega, reynum að lyfta fótunum vel upp, kreista herðablöðin vel saman, halda stöðunni og við finnum að við öndum djúpt og rólega í henni. Þá ruggum við aðeins til, lyftum vel efri hluta líkamans og reynum að lyfta fótunum almennilega upp. Togum vel í fætur og spyrnum í lófana. Halda og halda og halda og aðeins lengur og losa og leggjast aftur í líkið á grúfu. Ykkar útgáfu af þeirri stöðu, hendur niður með hliðum eða leggja ennið hér á eða annan vangann, skiptir ekki máli. Bara sé þægileg hvíldarstaða, slökum á fótleggjónum, slökum á mjaðmagrindinni. Næsta staða snúningur á hrygginn. Þýtt á íslensku stundum sem hryggjavinda. Mér finnst það frekar
fyndið orð. Við skulum koma okkur upp á hnén í krjúpandi stöðu og vinda hrygginn. Við sitjum vel á hælunum, setjum bein í baki, munum að það er alveg ótrúlega gott að krjúpa sem oftast. Tegjum á vöðvanum framan á lærunum, opnum hnén, það tegist á ristunum, ökklunum. Það slaknar líka alveg ótrúlega á bakinu ef við getum kropið þannig að fara vel okkur. Einhvern veginn réttist úr hryggsúlunni, rófan, lafir og það verður einhvern veginn mjög þægilegt að slaka á í bakinu í þessari stöðu. Við ætlum svo að setjast hægra megin við okkur sjálf, taka svo vinstri fótinn, krossa hér yfir og setja fótinn í gólf hérna alveg hinum megin við hægra lærið. Svo setjumst við upp almennilega í stöðuna og við getum bara verið hér, faðmað fótinn að okkur og snúið upp á okkur þannig við horfum aftur fyrir. En við getum líka valið að dýpka snúninginn með því að faðma vinstra hnéð vel að okkur með hægri hönd, losa svo vinstri og setja hann hérna aftur fyrir okkur og snúa svo upp á hrygginn, snúa hálsinum, höfðinu og horfa aftur fyrir okkur yfir öxlina. Svo öndum við að og við lengjum hryggsúluna og við öndum frá og snúum betur upp á okkur. Og við öndum aftur að eins og spotti í kollinum, svo togast í upp í loftinu. Og fráöndum, snúum betur upp á okkur. Innöndun, lengja hrygginn, fráöndun, vinda vel upp á okkur, snúa almennilega upp á okkur. Einu sinni enn, lengja, snúa, halda og afvindum okkur svo rólega og komum aftur í krjúpandi stöðu. Setjumst aftur á hælana, njótum þess aftur aðeins að krjúpa. Ef ykkur finnst mjög óþægilegt að krjúpa svona, þá er mjög gott að fá sér teppi eða púða eitthvað svona mjúkt og krjúpa á því fyrst, því að oftast er það ristarnar og ökklarnir sem er mest að togið í ef við finnum fyrir miklum styrleika þarna. Ef það er hins vegar hnén, þá þurfum við að setja eitthvað á milli kálfana og aftan á lærisvöðvana til þess að það sé ekki eins mikið tog hérna framan á hnjánum. Við ætlum svo næst að setjast vinstra megin við okkur sjálf, losa hægri fót og stíga hér út fyrir vinstra lærið. Faðma fót og alveg fullkomlega löggilt að vera bara hér með fótinn í faðmlagi og snúa upp á sig. Ef við viljum bæta á, þá höldum við þéttingsfast utan hnéð, losum hægri, aftur fyrir, vindum upp á hryggsúluna, hálsinn, snúa höfðinu, horfi yfir öxlina og svo endum við djúpt að, lengjum okkur upp, frá, vindum upp á okkur. Aftur, innöndun, lengja, alveg upp í gegnum kollinn og vinda betur upp á okkur. Aftur, djúp innöndun, löng hryggsúla, fráöndun, alveg frábær snúningur á okkur. Einu sinni enn, anda djúpt að, fráöndun, vinda upp á okkur, halda og afvinda. Og koma aftur upp í krjúpandi stöðu. Hérðan förum við svo úr krjúpandi stöðu upp í krákuna og við getum verið stödd hvar sem er í krákunni. Það getur verið gott að hafa stuttbíl á milli handa, langt. En við erum flest að passa að olnbogarnir fara ekki svona út til hliðana. Það er vont
Þau fara bara aðeins út til hliðan og aftur. Við ætlum nefnilega að setja, koma hérna upp á tærnar, upp á hækjur okkar og koma hnjánum fyrir einhver staðar á svæðinu frá olnbogunum upp að handakrikunum. Og ef að þið eru mjög leikin við krákuna þá eru þið bara komin í hana og haldið henni. Ef við erum ekki komin lengra þá getum við verið hérna að lyfta hægri, lyfta vinstri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Miðum oftast við 10. Og svo gerum við þetta aftur. Búum aftur til einhvers konar ferhyrning. Finnum hvað hentar okkur best og af því að þetta er upptaka, það er ótrúlega sniðugt að ýta bara á pásu ef við viljum mastera þessa stöðu og dunda okkur við hana og halda áfram þangað til að við erum örugglega búin að ná þessu. En annars gerum við aftur 10, förum hérna fram í krákuna, teygjum fram höfuðið til að fljúga og gerum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og niður. Aftur í krjúpandi stöðu. Setjumst vel aftur á hælana, lokum augunum, látum hendur lafa niður með hliðum, hendur rólega. Við endum þessa seríu alltaf á standandi stöðum, sem er öfugt við það sem við gerum oftast í því jóga sem við þekkjum. En við sem sagt komum upp í standandi stöðu til að taka útgáfu af þríhyrningnum. Tökum fætur vel í sundur. Svo snúum við tánum á hægri fæti beint út og látum hægri höndina lafa niður með hliðinni. Vinstri höndin kemur upp, alveg bein og svo höllum við okkur hérna yfir til vinstri. Jafnvel getum lagt lófan ofan á ristina. Við erum að reyna að halda beinni línu frá mjöðum og hérna fram í fingurgóma. Og við höldum. Og ef ykkur finnst þið ekki fá nóg út úr þessari stöðu, getið haft hendurnar svona þannig að lófarnir á móti hvor öðrum. Teygja vel fram höndinni svo sem að teygja okkur eftir einhverju. Horfum jafnvel út eftir höndinni. Aðeins betur, beinlína og koma upp. Snúum aftur tánum fram og svo út á vinstri höndin. Slakar á, hægri upp, rennum okkur svo hérna til hliðar og búum til beina línu hérna frá mjöðum, fram í fingur. Lófinn liggur hér ofan á ristinni, getum horft fram, teygt okkur vel fram og haldið. Finnum oft góða teygju hérna utan á mjöðminni, í mittinu, eftir handleggnum, höldum. Öndum að, komum upp. Síðasta staðan. Stöndum fremst á dýnunni, fætur alveg saman, kannski smá bil á milli hælana ef þið eru viðkvæm í bakinu. Setjum hendur á mjaðmir, spennum kviðvöðva, föllum fram, losum svo hendur, grípum utan hásinarnar. Markmiðið er auðvitað að leggja allan efri hluta líkamans ofan á fótleggina. Við krullum höfuð undir okkur, reynum að koma enninu að fótleggjunum, beygjum vel, olnbogana út til hliðana, algjört górillu bak,
Út til hliðanna þýðir að olnbogarnir beygjast út þannig að herðablöðin renna í sundur. Togum okkur vel saman, höldum stöðunni. Að draga höfuðið í áttina að sköflungunum. Standa vel í fætur. Stöndum í tærnar, tábergið, hælana. Fæturnir beinir án þess að læsa hnjánum. Finnum dásamlega teygju aftan á lærunum. Notum fráhenduna til að slaka á höfðinu, slaka á hálsinum, slaka á efri hluta baksins. Gefa eftir, halda stöðunni. Smá stund í viðbót. Losum svo hendur. Setjum upp á mjaðmir aftur, spenna kviðvöðva og rétta okkur upp. Við leggjumst svo niður í líkið til að taka slökun. Komum okkur þægilega fyrir á dýnunni í slökuninni. Veltum aðeins til höfðinu, hristum vel úr herðablöðunum, dinglum til fótunum og tökum allan þunga úr hælunum. Höfum hnén mjúk og við ætlum að slaka á líkamanum frá fótum og upp í höfuð. Byrjum á tánum. Ætlum að krumpa tærnar, krulla þær inn í áttina að ilinni, þéttingsfast og spenna þær svo í sundur og slaka á tánum. Við ætlum að kreppa ristarnar, kreppa þær mjög fast, ýta hnésbótunum ofan í gólf og slaka, dingla til ökklunum. Og við ætlum að slaka á iljónum, slaka á ristunum, slaka á ökklunum. Við ætlum að slaka á kálfunum, fletjum úr kálfavöðvanum, hægra megin og vinstra megin, framan á fótleggjónum. Frá hné og niður í ökkla, hægra megin og vinstra megin. Við ætlum að slaka á í hnjánum, aflæsa hnjánum. Sjáum fyrir okkur ef að einhver pota í hnéskilinu á okkur, þá væri hann alveg fljótandi og afslöppuð inn í henni. Að slaka á framan á lærunum, frá hné, upp lærið og upp í mjöðum, hægra megin og vinstra megin. Slökum á framan á lærunum, gefum eftir í svona stóru vöðvum. Ætlum að slaka á innan á lærunum, frá hnjánum og alveg upp í náran. Hægra megin, vinstra megin. Slaka á aftan á lærunum. Ætlum að slaka á utan á lærunum. Alveg frá hnjánum og upp í mjöðmina. Slökum
handleggjunum. Fótleggirnir eru þungir, afslappaðir. Hægri fótleggurinn alveg gefur eftir og vinstri. Þú má slaka á mjaðmagrindinni, fletja vel úr rassvöðvunum. Þú ætlum að slaka á kviðvöðvunum. Þú ætlum að anda djúpt og þenja eins og kviðvöðvuna. Og svo ætlum að slaka á kviðvöðvunum frá lífbeini og alveg upp í rifbeinin. Gefa eftir. Þú ætlum að færa athyglinni í bakið. Slaka á rófunni, slaka á spjaldhryggnum, slaka á mjóbakinu, slaka á hægra megin upp eftir hryggsúlunni og vinstra megin. Slaka á í efri hluta baksins, á milli herðablaðanna. Finnum að það svæði þrýstist vel ofan í dýnuna og fletur úr sér. Finnum að herðablaðin renna í sundur og niður eftir bakinu. Og þá getum við slakað betur á í brjóstvöðvunum, færum athyglina í bringubeinið og út frá því slökum við á brjóstvöðvunum til hægri og til vinstri. Og þegar við slökum á brjóstvöðvunum þá slökum við betur á axlagrindinni og öxlunum. Slökum vel á axlasvæðinu öllu hægra megin. Finnum hvernig það gefur eftir ofan í dýnuna. Finnum að slaka á vinstra megin, öllu axlasvæðinu, aftan á öxlinni, framan á, út í handlegginn. Færum athyglinni inn í lófana. Við ætlum að slaka á lófunum. Slaka á fingrunum og handarbökunum. Hafa úlliðina mjúka, framhandleggina þunga. Aflæsa á olnbogunum. Slaka á vöðvunum í upphandleggnum. Leyfa handleggjunum að þyngjast. Hægra megin, vinstra megin. Við skulum slaka á hálsinum, frá viðbeinunum og framan á hálsinum og upp undir hökuna. Hægra megin á hálsinum, vinstra megin á hálsinum. Þú má slaka á aftan á hálsinum, frá herðum og upp í hnakka. Slaka á kjálkanum, tungunni, kinnunum, eyrunum, augnlokunum, augabrúnunum, enninu, augunum, höfuðleðrinu. Hægjum á hugsunum okkar. Við róum taugakerfið með slökuninni. Gerum líkamann enn flinkari og betri í að viðhalda
halda sterku ónæmiskerfi og byggja upp vöðva. Það er nauðsynlegt að slökkva á streituhormónum, kalla fram slökunarhormónin. Við öndum hægar, við öndum dýpra, við öndum djúpt að og hægt. Stoppum aðeins á milli inn- og útöndunar og hægjum á fráöndun og hægjum á hann og klárum alveg andardrátt. Við ætlum að gefa okkur mínútu eða 2 í að hlusta á þögnina eða umhverfið í kringum okkur. Án þess að veita því samt sérstaka athygli. Það að leyfa því að eiga sér stað þarna fyrir utan okkur á meðan við erum fullkomlega slök í okkar líkama á dýnunni. Byggja upp slökun, ró og kyrrð. Andur rólega. Við beinum athygli okkar aftur að líkamanum. Öndum kröftulega að og kröftulega frá. Aftur. Drögum snöggt og djúpt andan inn um nefið og frá munninn. Andvörpum alveg. Aftur. Snöggt djúp innöndun um nefið og frá munninn. Gefa eftir. Við skulum hreyfa fingur, kreppa hnefann og spenna í sundur, hreyfa tærnar, ökklana. Við skulum draga upp hnén þannig að iljarnar eru í gólfi og við skulum aðeins láta hnén falla yfir til hægri og yfir til vinstri og aftur yfir til hægri og yfir til vinstri og svo skulum við velta okkur aðeins yfir á hægri hliðina sem við getum tekið smá moment í að kaula okkur saman
áður en við setjumst upp. Þegar við erum sest upp, þá sitjum við bein í baki, setjum hendurnar aðeins á hnén eða látum lófana snúa upp, getum pressa saman vísifingri og þumalfingri fyrir betri fókus og við ætlum að hafa augun lokuð, hálsinn langan, draga hökuna aðeins inn, við ætlum að anda að og anda frá. Við öndum að, við öndum frá. Við öndum að, við öndum frá. Við öndum að, við öndum frá. Innöndun, fráöndun, öndum að og frá. Öndum að og öndum frá. Einu sinni enn. Við öndum að og öndum frá. Lósum hendur, setjum hendur saman fyrir framan okkur og segjum takk fyrir í dag. Namaste.